Hi á þessum yndislega mánudegi. Hi on this wonderful Monday. And we welcome to the screen. Verið velkomin á skjáinn. Og við bíðum Guð að blessa ykkur sem að hlusta. Og með heilagur andi blessa ykkur og hjálpa ykkur með það sem þið eru að eiga við. Og við bíðum að blessa allt ykkar líf. Munið að vera góð við náungan og biðja fyrir óvin ykkar og þá getur Guð blessað ykkur út í þetta eru börn Guðs. So remember, God bless you and for listening here, and remember, be good to your neighbor and pray for your enemy, and because these are the children of God, so God can bless your family, and then there's no limit what He's gonna do to bless you. Jesus' name, amen, amen, and everybody say amen, or others say amen. And we are gonna start this with a little prayer. Já, ábyrgni. Heilagur andi, ég bið þess að blessi varir okkar Sigga Drottinn minn og gefir okkur bara frið í huga okkar og hjarta okkar Drottinn minn og þeim sem eru líka heima og horfa Drottinn minn og hlusta. Og blessur okkur öll í Jesú heila nafni, amen. Jesú heila nafni, amen, and everybody say amen. Amen. Og Já, við ætlum að lyfta 5 nöfnum upp í náðuna, við ætlum að lyfta 5 name of the grace. Við ætlum að lyfta upp Erlingi, við ætlum að lyfta upp Erlingur. Við ætlum að lyfta upp Ragnari, við ætlum að lyfta upp Ragnar. Við ætlum að lyfta upp Óskari, við ætlum að lyfta upp Óskar. Við ætlum að lyfta upp Stefáni, við ætlum að lyfta upp Stefán. Við ætlum að lyfta upp Emil, við ætlum að lyfta upp Emil. yeah, we ask you to pray for them and lift them up to God and ask God to bless them, and God knows what they need, and the Holy Spirit can fix these things for them in Jesus' name. Amen. Munið að lyfta nöfnum þeirra upp og biðja fyrir þeim, því Guð veit hvers þau þarfnast og heilagur andi getur veitt þeim það og blessa þau og gert lífið þeirra auðveldara og þægilegra. Í Jesú nafni, amen, and everybody say amen. And we're gonna keep on reading from Romans. Við ætlum að halda áfram að lesa í Rómverjabréfi og við erum komin að kafla, 7. kafla. We are on chapter 7 in the Roman. So I'm gonna read from there. Dáni í lögmálinu, vitið þér ekki bræður, ég er ekki hér að tala til þeirra sem lögmál þekkja, að lögmál drottnar yfir manninum svo lengi sem hann lifir. Gift kona er lögum bundin manni sínum meðan hann lifir, en degi maðurinn er hún leyst undan lögmáli sem bindir hann við mannin. Því mun hórkona teljast ef hún að manninum lifandi verður annars manns, en degi maðurinn er hún laus undan lögmálum, svo hún er ekki hórkona þótt hún verði annars manns. Eins og við miðubræður mínir, þér eru dánir lögmálum fyrir líkama Krist, til þess að verða öðrum gefnir honum sem var uppvakinn frá dauðum, svo að við mættum bera Guði ávöxt þegar við lifðum að hólpsins hætti, störfuðum ástríður syndana sem lögmáli hafi vakið í limum vorum, svo við bærum dauðanum ávöxt. En nú erum við leystir undan lögmálinu þar sem við erum dánir því sem áður hélt oss bundnum og þjónum í nýjung anda en ekki finnsku bókstafs. Lögmál og syndin.
Hvað eigum við að segja? Lögmálið synd, fjarri fyrir því, en satt það, ég þekki ekki syndina fyrir lögmálið. Ég hefði ekki vitað gindina, hefði ekki lögmálið sagt, þú skalt ekki girnast, syndin sætt í lagi og vakti í mér allskyns ginn með boðorðinu. Án lögmáls syndin dauð, ég lifði einu sinni án lögmáls, en boðorðið komið lifnaði syndin við, en ég dó, og boðorðið sem átti að vera til lífs, það reyndist mér vera til dauða. Því að syndin sætti lagi, dró mig á tála með boðorðinu og deyddi mig með því. Þannig að þá lögmálið heilagt og boðorðið heilagt, réttlátt og gott. Var þá því góða mér til dauða, fjarri fyrir því, nei það var syndin, til þess að hún birti sem synd, olli hún mér dauða, með því sem gott Þannig skyldi syndin verða yfir sig syndu fyrir boðorðið. Við vitum að lögmálið andlegt, en ég holdlegur seldur undir syndina. Því að ég veit ekki hvað ég aðhefst, það sem ég vil, það gör ég ekki, en það sem ég hata, það gör ég. En ef ég nú gjöri einmitt það sem ég vil ekki, þá ég samþyktur þykkur lögmálinu, að það sé gott, en nú það ekki framar, ég sjálfur sem gjöri þetta, heldur syndin sem í mér býr. Ég veit að ekki býr neitt gott í mér, það í holdi mínu, að vilja veitist mér auðvelt en ekki að framkvæma hið góða. Hið góða sem ég vil gjöra, góða sem ég gjöri ekki, en hið vonda sem ég vill ekki, það gjöri ég. En ef ég gjöri það sem ég vill ekki, þá það ekki lengur að ég sjálfur sem framkvæmi það, heldur syndin sem í mér býr. Þannig reynist mér þá regla fyrir mig sem vill gjöra hið góða, að hið illa mér tamast. Innra með mér hef ég mætur á lögmáli Guð, en ég sé annað lögmál í liðum mínum, sem berst á móti lögmáli hugar míns og hertekur mig undir lögmáli syndarinnar í liðum mínum. Ég auðmumaður, hver mun frelsa mig frá þessum dauðans líkama? Ég þakka Guði fyrir Jesú Krist, drottinn vor, svo þjóna ég sjálfur lögmáli Guðs með huga mínum, en lögmáli syndarinnar með holdinu. Í Jesú nafni, amen. And now we are going to play this in English. Romans chapter 7. Do you not know, brothers and sisters, for I'm speaking to those who know the law, that the law has authority over someone only as long as that person lives? For example, by law, a married woman is bound to her husband as long as he is alive, but if her husband dies, she's released from the law that binds her to him. So then, if she has sexual relations with another man while her husband is still alive, she is called an adulteress. But if her husband dies, she is released from the law and is not an adulteress if she marries another man. So, my brothers and sisters, you also died to the law through the body of Christ, that you might belong to another, to him who was raised from the dead, in order that we might bear fruit for God. For when we were in the realm of the flesh, the sinful passions aroused by the law were at work in us, so that we bore fruit for death. But now, by dying to what once bound us, we have been released from the law, so that we serve in the new way of the Spirit, and not in the old way of the written code. What shall we say then? Is the law sinful? Certainly not. Nevertheless, I would not have known what sin was, had it not been for the law. For I would not have known what coveting really was, if the law had not said, "You shall not covet." But sin, seizing the opportunity afforded by the commandment, produced in me every kind of coveting. For apart from the law, sin was dead. Once
I was alive apart from the law. But when the commandment came, sin sprang to life and I died. I found that the very commandment that was intended to bring life actually brought death. For sin, seizing the opportunity afforded by the commandment, deceived me, and through the commandment put me to death. So then, the law is holy, and the commandment is holy, righteous, and good. Did that which is good then become death to me? By no means. Nevertheless, in order that sin might be recognized as sin, it used what is good to bring about my death, so that through the commandment, sin might become utterly sinful. We know that the law is spiritual, but I am unspiritual, sold as a slave to sin. I do not understand what I do. For what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. And if I do what I do not want to do, I agree that the law is good. As it is no longer I myself who do it, but it is sin living in me. For I know that good itself does not dwell in me, that is, in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. For I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do. This I keep on doing. Now, if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but it is sin living in me that does it. So I find this law at work. Although I want to do good, evil is right there with me. For in my inner being, I delight in God's law. But I see another law at work in me, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin at work within me. What a wretched man I am. Who will rescue me from this body that is subject to death? Well, thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord. So then, I myself in my mind am a slave to God's law, but in my sinful nature, a slave to the law of sin. Jaha, í Jesu nafni, amen. In Jesu nafni, amen. In Jesus' name, amen. Okay. You are wiseful Okay. and this is the flesh that we are dealing with. The flesh is always pointing us to that. And this is what we struggle with every day, because our flesh wants to do what is pleasing for the flesh, but when we are doing what the Spirit wants us to do, then we feel at peace and we feel good and everything is good around us, because there is no deceiving in it. That's the wonderful thing about that Scripture is teaching us. Don't follow the flesh. The flesh leads you to that. En svo kemur ég fram, þetta eru mjög vitur orð, og það sem við erum að glíma við mannfólkið, að við erum að eiga við holdið okkur, og holdið okkar er alltaf að draga okkur í þessa físnir, og okkur langar í eitthvað og við erum að vonast til þess að fá eitthvað betra og það er allt svona þarfir hólsins, en þegar Guð gefur okkur stjórn á því að við getum verið að lifa í andanum og lifum ekki í holdinu, þá líður okkur vel og þá er lífið æðislegt. Þá er engin samviska við neinu og neitt að plaga okkur. In Jesu nafni, amen. And everybody say amen on this wonderful Monday.
And we ask God to bless you, and may these words bless you and give you wisdom of what we are dealing with here. And now we are gonna end this with a prayer that God Tora, svo við viljum enda þessu á bænin sem Drottinn Jesús kenndi okkur í Jesu nafni, amen. Everybody say amen. Faðir Vor, vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji, svo í jörðu sem á himni. Gef oss í dag vårt daglega brauð og fyrirgef oss vorar skuldir og voru skuldanutum. Haltu oss frá freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. We're gonna we forgot to do one thing. Já, ó, frelsisbænin, já. We Náðu því. yes, we're gonna Yes, get this yes. fast. I'm gonna get, if you haven't received Salvation prayer. salvation prayer, if Yes. you haven't received God into your heart, so we're gonna be fast and you can Yes, have yes. this prayer with me, and then God promised to save your soul. Yes. Hefur þessa frelsisbæn með mér hér, að þá Guð búinn að lofa því að þú tekur og trúir í hjartaðir að Já. þú búinn að bjarga sjálfur þér. Nei. Amen. Það er bara að segja, Drottinn Jesús, Drottinn Jesús, ég trúi að þú ert sonur Guðs. ég trúi að þú ert sonur Guðs. Ég trúi að þú dóst á krossinum Ég trúi að þú dóst á krossinum fyrir syndir mínar fyrir syndir mínar og reist upp frá dauðum til lífs. og reist upp frá dauðum til lífs. Ég bið þig að fyrirgefa mér Ég bið þig að fyrirgefa mér syndir mínar, Ha. syndir mínar, syndir mínar, hreinsa hjarta mitt hreinsa hjarta mitt og gera mig að nýja mannesku. og gera mig að nýrri mannesku. Ég opna hjarta mitt fyrir þér nú. Ég opna hjarta mitt fyrir þig nú. Jesús, komdu inn í líf mitt Jesús, komdu inn í líf mitt og vertu Drottinn minn og frelsari. og vertu Drottinn minn og frelsari. Frá þessum degi vil ég fylgja þér, Frá þessum degi vil ég fylgja þér, elska þig og lifa samkvæmt orði þínu. elska þig og lifa samkvæmt orðið þínu. Þakka þig, Jesú, að ég er nú barnið þitt, Þakka þér Jesú að ég er nú barnið þitt, fyrirgefinn og endurfæddur og elskaður af þér. fyrirgefin og endurfædd og elskuð af þér. Í Jesú nafni, amen. Í Jesú nafni, amen. And now I'm gonna read this in English. Lord Jesus, Lord Jesus, I believe that you are the Son of God. I believe that you are the Son of God. I believe that you died on the cross for my sins. I believe that you died on the cross for my sins. You rose again from the dead to give me life. You rose again from death to give me life. I ask you to forgive me all my sins. I ask you to forgive me all my sins, Cleanse my heart cleanse my heart, and make me a new person. and make me a new person. I open my heart to you now, Jesus. I open my heart to you now, Jesus. Come into my life Come into my life and be my Lord and Savior. and be my Lord and Savior. From this day forward, From this day forward, I choose to follow you, I choose to follow you, to love you, to love you, and live according to your word. and live according to your word. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus, that I'm now your child, that I'm now your child, forgiven, forgiven, born again, born again, deeply loved by you. deeply loved by you. In Jesus' name, In Jesus' name, amen. We're gonna see you tomorrow, and Yes. everybody say amen, on Amen. this wonderful Monday, and we're gonna see you tomorrow on Tuesday. Have a wonderful, wonderful day, and God bless, and we send you, we love Yeah, you all love from all. Iceland. Við elskum ykkur hérna í Íslandi. Bye bye. Bye.